Móðir ungrar konu sem í einangrun vegna sjálfsvígshættu segir hana allstaðar komað að lokuðum dyrum. Unga konan hefur verið meira eða minna í einangrun í fangelsi í á 3. mánuð. Bandaríkjaforseti hefur fyrirskipað rannsókn á tengslum Bill Clinton við kynferðisglæpamanninn Jeffrey Epstein. Nýbirtir tölvupóstar gefa til kynna að forsetinn vissi meira glæpi Epstein en hann hefur sjálfur haldið fram. Tilraunir með malbiksblöndur til að koma í veg fyrir blæðingar lofa góðu. Stefnt að því að leggja tilraunakafla næsta sumar og sjá hvort ný blanda henti betur íslenskum aðstæðum. 50 ár eru liðin frá því að fyrsta breiðskífa stuðmanna Sumar á Sýrlandi kom út. Því verður fagnað í Hörpu í kvöld með sannkallari stuðmanna veislu. Jú, það er alveg yndislegt að hitta drengina aftur og fá að spila með þeim. Komiði sæl. Ung kona sem talin hættuleg sjálfri sér hefur verið meira eða minna í einangrun í fangelsinu á Hólmsheiði í meira en 2 mánuði. Engir annar staður finnst fyrir konuna sem var ákærð fyrir skemmdarverk og bíður nú réttarhalda. Móðir hennar segir heilsu hennar hraka dag frá degi. Hún hefur nánast verið í einangrun síðan í byrjun september. Það bara þannig. Kveikur fjallam aðstæður dóttur Klöru í byrjun október en þá hafa verið að mestu leyti í einangrun í mánuð síðan hún var úrskurðuð í gæsluvarðhald í byrjun september fyrir brot gegn valdstjórninni. Framkvæmd gæsluvarðhaldsins verður tekin fyrir héraðsdómi í næstu viku og þar farið fram að hún verið látin laus en réttarhöld í málinu verður miðjan desember. Reynt hefur verið að vista konuna á almennum fangagangi en það gengur öllu jöfnu ekki nema í skamman tíma því hún leitar allra leiða til að skaða sig. Hún þjáist af þunglindi og ýmsum röskunum, metin í sjálfsvígshættu en ekki hættuleg öðrum. Eftir sýningu kveiksþáttarins dvaldi hún að geðdeild Landspítala í 2 vikur en fór síðan aftur í fangelsið. Og var búin að vera 45 mínútur upp á Hólmsheiði eftir hún kom úr þessari 2 vikna innlögn. Þá skar hún sig og var í raun og veru bara sett á í einangrun. Þannig að hún eiginlega bara nánast alltaf í einangrun út af sjálfskaða. Ég held að sé engin partur á líkamanni sem ekki skaðaður nema bara andlit, sko. Hvernig skaðar hún sig? Hún bara sker sig og hún, þegar þeir voru að hleypin út úr einangrun, á Hólmsheiði, að þá brýtur hún bara diska eða eitthvað í eldhúsinu og sker sig með því. Þannig hún getur ekki verið eftirlitslaus? Nei. Og þess vegna hún í einangrun. Já. En hefur komið til tals að hún sé utan einangrunni það sé þá eitthvað sem fylgir og fylgist með henni? Nei, þeir sé að það sé ekki hægt því að þeir hafa ekki mannskap. Þeir eru bara að vinna vinnuna sína og í raun og veru þetta eina úrræði af því að hún í svo mikilli sjálfsvígshættu. Mál konunnar hefur vakið talsverða athygli og í dag var stofnað til undirskriftalista á Ísland.is til að vekja athygli á aðstæðum hennar. Klara segir að heilsu dóttur sinnar raki dag frá degi. Hún farin að sjá bara offsjónir, hún farin að sjá blóðu fyrir allavega og hún bara orðin virkilega veik, sko. Hvað heldur þetta geti gengið lengi? Ef ekkert gert þá gengur þetta bara þangað til að hún deyr, sko. Hún lifir þetta ekki af ef þetta verður haldið svona áfram, sko. Hvaða aðstoð þyrfti hún? Hvað væri gott fyrir hana? Mér finnst náttúrulega að geðdeild ætti að taka við henni og hjálpinni og ekki senda hana bara tilbaka ef hún segir já, mér líður betur. Þannig mér finnst að þeir verði svona, að klára hjálpinni. Þú hefur leitað aðstoða við það? Já. Hvaða svör hefur þið fengið? Engin. Ég geng bara alls þar á lokuðum dyrum. Og ef þú eða einhver sem þú þekkir glímir við sjálfsvígshugsanir eða sjálfskaðandi hegðun, þá má alltaf hafa samband við Píeta-samtökin. Þá hjálparsími Rauða krossins opinn allan sólarhringinn og sömuleiðis netspjall á 1717.is. Nýbirtir tölvupóstar benda til þess að Donald Trump Bandaríkjaforseti hafi vitað meira glæpi kynferðisbrotamannsins Jeffrey Epstein en hann hefur sjálfur viljað viðurkenna. Trump hefur fyrirskipað rannsókn á tengslum Epsteins við Bill Clinton og aðra framámenn í demókrataflokknum.
Styttan bestu vinir að eilífu birtist aftur í Washington fyrir helgi líkt á reglulega undanfarna mánuði. Hún af Donald Trump Bandaríkjaforseta og Jeffrey Epstein, dæmdum kynferðisglæpamanni, haldast í hendur. Trump og Epstein voru vinir en þeirra vinskap lauk árið 2003 að sögn Trumps. Styttan birtist daginn eftir að demókratar birtu tölvupósta sem gefa til kynna að Trump hafi vitað glæpi Epsteins ólíkt því sem hann hefur haldið fram. Epstein sem lést 2019 misnotaði fjölda unglingsstúlkna kynferðislega. Í pósti frá 2011 segir Epstein að einn þolenda hafi verið með Trump í margar klukkustundir heima hjá honum. Hvíta húsið segir að þetta hafi verið Virginia Giuffre, en hún hafi áður sagt að Trump hefði ekkert gert sér. Giuffre kærði Epstein fyrir kynferðisbrot en hún lést fyrr á þessu ári. Í öðrum pósti frá 2019 segir Epstein, auðvitað vissi hann, það Trump, af stúlkunum. Stjórnvöld svöruðu með því að birta 20.000 aðra tölvupósta málið. Trump var spurður út í póstin Giuffre í gær. I know nothing about that. They would have announced that a long time ago. It's really what did he mean when he spent all the time with Bill Clinton? Dómsmálaráðuneytið hefur nú að skipan Trumps hafið rannsókn á tengslum Epsteins við Clinton, aðra framámenn í demokrataflokknum og bankan JP Morgan Chase, svo nokkuð sé nefnt. Í vikunni náðist meiri hluti fyrir því að fá fram atkvæðagreiðslu í bandaríska þinginu að birta öll Epstein-skjölin. Það gerðist eftir að demokratin Adelita Grijalva, sem lýsti strax yfir stuðningi við slíka beiðni, var formlega skipuð þingmaður 7 vikum eftir að hún var kjörin. With my signing, we move one step closer to the truth that they will try to deny, but that survivors deserve their day of justice. And the American people demand it. Sú atkvæðagreiðsla gæti orðið í næstu viku. Það hins vegar alls óvíst að þetta leiði til birtingar skjalana. Þó að fulltrúadeildin samþykkið þetta, þarf öldungadeildin líka að gera það sem ekki í hendi. Og þó það takist, þarf málið líka undirskrift Trumps, sem hann ekki líklegur til að veita. 3 eru látnir í Portúgal af völdum stormsins Klódíu sem gengið hefur yfir Evrópu í dag. 2 fundust í sumarhúsi suður af Lissabon og öldruð bresk kona fannst látin á tjaldsvæði í Albufeira, syðst í landinu. Þar skemmdust smáhýsi, bílar og hjólhýsi. Þá var tjón á Lanzarote og Fuerteventura sem eru hluti af Kanaríeyjaklasanum. Stormurinn gerði einnig mikinn usla á Bretlandseyjum í gær og flóð urðu í mörgum bæjum í Englandi, Wales og á Írlandi. Engan sakaði þar en tjón á byggingum töluvert. Í athugun hvort mýkingarmark byggblöndu geti verið orsök sumarblæðinga á vegum landsins, en þess að rannsóknir hafa ekki verið gerðar hér á landi áður. Tilraunir lofa góðu og stefnt á að leggja tilraunakafla næsta sumar. Byggblæðingar eða blæðingar í malbyggi á vegum hafa verið þrálátt vandamál, einkum á sumrin, og skapa slysahættu. Ýmsar skýringar hafa verið á lofti hvað veldur. Sérfræðingar hjá Kólas hafa skoðað málið og leita lausna. Ég er búin að vera að skoða eiginleika sem hefur ekki áður verið skoðar á Íslandi og það mýkingamark sem sem sagt þegar byggblandan fer úr því að vera á föstu formi yfir í seigfljótandi. Og ég er að velta því upp hvort að það gæti verið orsök fyrir þessar sumarblæðingar sem eru mjög algengar og hvimleitt vandamál. Vegna sumarblæðingana eru þær gjarnan tengdar við hita og auðvitað vel þekktar í heitari löndum. Það verða þegar vegir eru heitir og álag á þeim mikið. Björk segir að vinna hennar snúi að því að kanna hvort hægt sé að blanda malbyggið betur þannig að það hendi betur íslenskum aðstæðum. Hér á landi hugsi fólk gjarnan að það verði ekki svo heitt hér, en hún bendir á að veghiti geti auðveldlega farið yfir 42 gráður. Hún segir þekking á þessu sífellt vera aukast og kannski skýrast málin eitthvað næsta sumar. Ég ætla að stefna á að við getum lagt út tilraunakafla og vonandi höldum við síðan bara áfram út frá því ef að það gengur vel. Björk segir að það eigi eftir að koma í ljós hvort alfari takist að stöðva blæðingar og malbyggi og minnir á að umferðarálagið skipti þar líka miklu máli, en tilraunirnar lofi góðu. Já, mér finnst það. Ég er mjög jákvæð, mjög bjartsýn. Guðmundur í Tungu kom í heimahöfn á Ísafirði í dag. Hann nýtt björgunarskip Vestfirðinga og sigldi inn á spegilsléttan pollinn í hádeginu í dag. Hann tekur við af Gísla Jóns og bæði hraðskreiðari og betur búinn en forveri sinn, eins og fjölmargir gestir sáu sem skoðuðu nýja skipið. Að því loknu var boðið upp á kaffi og kökur í húsnæði björgunarsveitarinnar. Skipið var smíðað í Finnlandi en þetta 7. skipið af 13 sem verið að endurnýja land allt þar sem ríkið fjármagnar helming kaupverðsins. Þó að það séu bara 2% landsmanna sem búa á Vestfjörðum
það þannig að 30% af strandlengju landsins eru hér og það því ekki skrítið að saga manns, saga atvinnulíf, saga byggðaþróunar og kannski saga hugsunar okkar hér fyrir vestan sé samofin sjónum. Og það því ekki skrítið að það séu svona margir komnir til þess að taka á móti nýju björgunarskipi. Það því ekki skrítið að stuðningur atvinnulífsins og stuðningur almennings hafi verið mikill við að afla fjár til þess að kaupa þetta skip. Vegna þess að saga hafsins saga okkar hér fyrir vestan og við viljum að sjálfsögðu vera örugg á sjónum. Til hamingju öll! Leo 14. páfi tók í morgun á móti yfir 100 þekktum kvikmyndastjörnum í Vatíkaninu. Tilgangur að sögn Vatíkansins að kanna möguleikan á listrænu frelsi fyrir boðskap kirkjunnar og gildi manna. Meðal þeirra sem heimsóttu páfan voru leikararnir Kate Blanchett og Viggo Mortensen og leikstjórarnir Giuseppe Tornatore og Spike Lee. Sá síðastnefndi kom færandi hendi með keppnistreyju körfuboltaliðsins New York Knicks með nafni Páfa á bakinu. Forveri Leós, Frans, hélt svipað upp á komu í fyrra og bauð þá yfir 100 grínistum. Rúmlega 1000 manns lögðu leið sína í sláturhúsið á Egilsstöðum í dag þar sem haldið var matarmót Austurlands í 5. sinn. Þar var hægt að smakka ýmsar vörur og austfirsku hráefni og besta ís í heimi. Við erum í rauninni með allt milli himins og jarðar. Við erum með ís úr sauðamjólk, við erum með grafinn, kjöt. Við erum með fisk, við erum með kokkanema og kokka úr hótel- og veitingaskólanum og við erum bara að fagna og njóta hér saman. It's kind of the biggest event of the year for me, and it's an opportunity to meet with other small producers, which has also been a really good way for me to connect with my community and get to know people. Og hvað ertu að gera hérna, Ólafur? Ég að baka hérna flatbrauð. Súrdegsflatbrauð og svo erum við að nýta hráefni bara úr nærumhverfinu í að toppa. Hvað hefur svona matarmót, hvaða þýðingu hefur það fyrir? Þetta skiptir miklu máli fyrir samfélagið og fyrir bara, sjáðu, hugulegt. Þetta mikilvægt að fá fólk á svæðið og geta kynnst þeir sem eru að framleiða matinn og fólk sem upplifir eitthvað nýtt og sér svona, opnar aðeins augun fyrir því hvað í gangi. Hvað að borða og hvernig smakkast? Mangóís og bara vel. Mjög vel. Þetta bara svona venjulegur ís eða? Nei, þetta besti í heimi. Já. Grenitréð sem prýðir Austurvöll á aðventunni var fellt í Heiðmörk í dag. Borgarstjóri sá að venju trjáfellinguna. Nú förum við frá. Herri, ég bara sækja vinnu hér, sko, þetta sjúklega gaman. Hefurðu komið nálægt svona áður? Ekki svona, þetta náttúrulega bara tré sem svona alveg gamalt og ég, þannig að ég hef aldrei höggvið svona stórt tré. Ég hlakka gríðarlega til að sjá það á Austurvelli. Ég held að verði alveg, sko, geggjað þar. 13 metrar. Hvað er það gamalt? Það var líklega bara 54 ára, sem alveg ótrúlegt. Bara búið að vera hérna næstum því allan tíma sem Heiðmörk hefur verið til. Hún hefur verið hérna í 75 ár. Þannig að þetta falleg gjöf frá skóginum til okkar Reykvíkinga, svona til komingur í jólastuði. Og það voru margir í jólastuði þegar kveikt var á ljósunum á jólakettinum á Lækjartorgi síðdegis. Og þið kannist við jólaköttin, hann gríðarstór, yfir 5 metra hár og lýstur upp með 6500 perum. Það eru margir snemma í því ár. Við höfum núna sagt ykkur frá jólatrjám, jólaketti og nú komið að jóladagatölunum. Löng röð myndaðist í Smáralind í dag til að tryggja sér eitt slíkt. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Hvað ertu búin að bíða lengi? 1 klukkutíma og 40 mínútur. Hvað ætlar að kaupa? Dagatal. 45 mínútur tafla. Hvað ertu búin að bíða lengi? Klukkutíma cirka.
Ég held svona klukkutíma, ég giska það. Ég ætti að kaupa nokkuð dagatalda af systur minni og mömmunni. Eruð þið að gera ráð fyrir að bíða hérna mjög lengi? Já, alveg. Við erum alveg búin að bíða hérna svolítið lengi og við erum svolítið þreyttir, þannig við heitum aðeins það. Líka með nesti? Já, með baguette. Mjög gott. Já. Hvað ætlar að kaupa þér? Ég legg bara nokkuð dagatal handa systur minni, eða báðum. Sannkölluð stuðmannaveisla í Eldborgarsal Hörpu í kvöld í tilefni 50 ára afmælis fyrstu breiðskífu þeirra sumars á Sýrlandi. Stuðmenn segjast ekki að baki dottnir og með fullt af lögum sem bíða hljóðritunar. Jú, það er alveg yndislegt að hitta drengina aftur og fá að spila með þeim. Vera með þeim eina kvöldstund. Það var nú þannig að við vorum drengir 5 og 6 ára gamlir að leika okkur saman á Klambratúni og höfum leikið saman síðan. Gegnum Ísaksskóla, Hlíðaskóla, Menntaskóla við Hamrahlíð og síðan í Háskóla stuðmanna sem er ennþá í fullum rekstri og það er búið að vera gaman hjá okkur alltaf. Já, Kobbi. Já. Það er búið að vera gaman. Já. Það sigur á stóran þátt í því að bara búa til andrúmsloft sem að allir vildu vera með. Úr því að hann var tilbúin að vera með, þá vildu allir hinni vera með. Því að hann hefur ekki gefið mikinn kost á sér sem opinberum flytjanda, en við höldum mjög sterku sambandi. Já, mér finnst gaman að gera þetta og gaman að hitta strákana og við getum verið bara í bróðerni. Eins og við vorum í den. Já, það er lykilorð. Friður og bróðerni. Og þessi tímapunktur hérna er markar ákveðin vatnaskil því að, jú, við hefum ekki komið saman þessi kvartett sem að gerði þessa plötu. Það var í rauninni kvintett með Tom Tom sem að stóða þessu. Við munum minnast hans hér í kvöld, en við hefum ekki í rauninni komið saman á sviði síðan 76 og svo er þetta bara fullt af lögum sem bíða hljóðritunar í einkastúdíói Sigurðar Bjólu. Segðu þeim. Áhorfendur megi eiga von á bæði fjölbreyttu og skrautlegu prógrami í kvöld. Er Múkisson klár? Fullt af gestum sem að koma í heimsókn og syngja með okkur lögin. Það er búið að taka hér svona dálítið sýrlenska leikmynd fyrir. Það eru sægrænir sófar sem menn tilla sig út súpa te á milli laga og svo stíga menn upp og taka lag eða raddir eða slagverk eða eitthvað. Þannig að þetta er bara held ég mjög dásamlegur hittingur fyrir okkur sem að gera þessa plötu og erum í þessari hljómsveit og alla sem hafa fylgt okkur alla tíð því að hér eru þúsundir manna að koma að hlýða á okkur í dag. Og þá að veðri. Hæðir suður af landinu og yfir Grænlandi stýra veðrinu þessa dagana. Á morgun er útlit fyrir hæga breytilega átt og víða bjart veður en þykknar upp sunnan og vestanland síðdegis með smá skúrum eða slydduéljum. Frost 0 til 5 stig norðan og austan til en hiti 0 til 4 stig landið sunnan og vestanvert. Allt veðrið að loknum íþróttafréttum. Íslenska karlalandsliðið fótbolta undirbýr nú afar mikilvægan leik við Úkraínu sem framfer á morgun þar sem spilað er umspil sæti á HM. Arnar Gunnlaugsson býst við hádramatískum 90 mínútum. Síðasti leikur Ólísdeildar kvenna í handbolta fyrir HM var spilaður í dag þar sem Stjarnan tók á móti IBVF. Og við fáum að kynnast Guðrúnu Eddu Sigurðardóttur sem hálsbrotnaði fyrir tæpu ári síðan. Eftir mikla vinnu steig hún aftur á keppnisgólfið. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir andartak. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Móðir ungrar konu sem er í einangrun vegna sjálfsvígshættu segir hana allstaðar koma að lokuðum dyrum. Unga konan hefur verið meira eða minna í einangrun í fangelsi í á 3. mánuð. Bandaríkjaforseti hefur fyrirskipað rannsókn á tengslum Bill Clinton við kynferðisglæpamanninn Jeffrey Epstein. Nýbirtir tölvupóstar gefa til kynna að forsetinn vissi meira glæpi Epsteins en hann hefur sjálfur haldið fram. Tilraunir með malbiksblöndur til að koma í veg fyrir blæðingar lofa góðu. Stefnt er að því að leggja tilraunakafla næsta sumar og sjá hvort ný blanda henti betur íslenskum aðstæðum. 50 ár liðin frá því fyrsta breiðskífa stuðmanna sumar á Sýrlandi kom út. Því verður fagnað í Hörpu í kvöld með sannkallari stuðmanna veislu.
Og þá þetta upptalið hjá okkur að þessu sinni. Þetta laugardagskvöldið ætlum við að kveðja með myndum af ljósaskiptunum á höfuðborgarsvæðinu í vikunni. Það var Ragnar Vísas sem tók þessar myndir. Verið sæl og njótið kvöldsins. Sér hver draumur lifir aðeins eina nótt. Sér hver aldari sem nigur jafnan skjútt. Hverju orði fylgir þögn, en þögnin hverfur allt og fljótt. En þó að augnablikið aldrei fyllir stund, skaltu eiga við það mikilvægum. Á RÚV í kvöld. Hver ráðgeitin? Já, segi það nú. Við skulum ekki svara því fyrir en eftir þá. Ekki fyrir en eftir þá. Kappsmál. Skemmtiþáttur íslenska tungu. Þáttakendur etja kappi í fjölbreyttum leikjum og þrautum. Þú kemst ekki átó, þá ertu útó. Lífsbarátta á norðurskautinu. Norsk fjölskyldumynd. Systkini lenda í allskyns ævintýrum þegar þau eru óvart skilin eftir í snjóbil á Svalbarða. Þar takastu á við náttúruöflin og svanga ísbirni og leita leiða til að komast heim. Harmur. Íslensk spennumynd örlagaríka nótt í lífi hins unga Olivers sem leitar að litlabróður sínum í undirheimunum. Næsta verkefni íslenska kvennalandsliðsins í körfubolta í undankeppni EM gegn Portúgal á útivelli. Liðin mætast 18. nóvember klukkan 19 og leikurinn verður sýndur beint á RÚV 2. Stofan hitar upp frá klukkan 18:40.